Held ég, það súperstjarna í húsinu, það súperstjarna í Túborg 10 í Hafraborginni, besti markmaður Íslands frá upphafi Hannes Halldórsson. Já, gleðilegt nýtt græjár. Já, hvað kærlega fyrir. Þú nú maður sem þekkir heldur betur græjurnar. Já, ég þarf eitthvað að stúsast í kringum græjur, þannig að maður alltaf eitthvað að skoða. Já, gleðilegt nýtt græjár. Takk kærlega. Sko, ég búin að horfa svo mikið á þetta núna, þess að vörslu þetta moment sem bjóti þinn karriér. Og eitt af því sem gerir svo magnað við þetta, að auðvitað fékkst þú Peter Drury til að lýsa þessu þegar að þú verð þetta risa moment, langbesti kommentator í heiminum í dag. Já, það er mikilvægt. Já. Fá alvöru, þú veist, svona margvöldunar effekt á þetta. Já. Sko, það sem ég bjóst við frá Peter Drury var að from the rough streets of Reykjavík to the madness in Moscow. Eitthvað svona. And denied by Hannes Halldórsson. Geðveikt. Það er sterkt, sko. Ég var að hugsa með mér, tvær mest iconic vítamarkúslur, sem ég hef auðvitað ekki verið sjálfur, gerast sko bæði í Moskvu. Annað 2008, vandi Sara benda hérna á fullu, á móti Anelka, og svo Halldórsson klappar rétt áður en að Messi tekur vitið. Lærið þetta á Kjartani Henry Finnboga sinni að svona gefa eitthvað svona bregðurhljóð rétt áður en að hann reynir að koma hann úr svona, þetta er svona skítæla. Gat verið að hann væri með eitthvað skítæla move. Mjög tákrænt að Peter Drury hafi verið það gleymist oft að hann hafi verið að lýsa þessum leik. Það er nefnilega rosett. Heyrðu Hannes, ég ætla að gefa Bergi vinnu mínum þetta. Já, þetta var að koma Mats Attacks hérna. Svo læti 10 pakka fylgja með að því að Messi er nummer 10. Jesus, sá verður sáttur maður. Takk hérlega fyrir. Hann verður ánægður með þetta kallinn, veit ég, Bergur vinnu minn sem ég kynntist þarna í Randnes á sínum tíma. Þá var hann stór og stæðlur, hann hann grannur og spengilur í dag. Já, risastór í dag, sant? Já, risastór og bóður. Heyrðu, risastór. Sáuðu lúkið á Gunnar Birgis í gær í bekamarkrum? Shit. Yeah. Hey, bullies, put it on my TikTok. Herri, ég var bara svona sexy leðujakki, hettupeysa undir, hringir, úr. Ég var að horfa á þetta með vinkonum mínum og einn þeirra sagði bara, heyrðu, afsaki, ég ætla að fá að vera einu í smá stundi hérna. Shit, þetta ungur Rayleigh 8 ex-Joe Pesci. Er þetta ekki Ice Guys effektin? Þetta geðveikt. Fullorðnir menn séu farin að klæða sig eins og boyband meðlimir. Ég held að þetta sé svona það sem er að gera. Já, þetta er aflótt. Ertu að meina þetta? Já, mér veist bara, ég bara Gunnar Birgis svona mættur hérna, ég bara í sama jakkanum eitthvað. Nei, þetta var geðveikt. Leather is back. Já. Þetta tók, ég held að við farið 3 sem ég húra á mátaðan. Áður en ég tók hann. Þetta var rosa. Þetta er líka fjárfesting. Leður er alltaf fjárfesting. Þetta er pís. Við kallum þetta pís. Þú ert bara í og þú það tekið eftir í þú mætir í hún. Ég sá Joe Pesci hérna. Ég var svona eitthvað, það var eitthvað. En líka með þetta sveita sjarman, rjóður í kinnum og þetta eina sem vantaði, fannst mér, var lokkur. Þarna hefði ég viljað sjá. Já, hann hlýtur að koma. Þarna hefði ég viljað sjá. Ég er með gutt í báðum mér. Já, þarna hefði ég viljað sjá Neymar lokk með kross. Já. Persónulega. Þú nýtur þess að tjekka á sig hjá Mats Attacks, Fitnessport og Dr. Fútból halda alltaf áfram að vinna og kaldipotturinn, þeir bestu nota kaldapottin og þú færð hann fyrir undir 20.000 kall hjá Fitnessport. Dominus.is doc. Við erum að hendi þetta saman. Þetta er semst Dominus.is /doc. Fullt að tilbúum þar bara fyrir ykkur kæru leikmenn. Það er að segja, og þetta er eina hlaðvarp í heiminu sem Dominus hefur unnið með. Við þurfum að standa okkur vel í þessu. Dominus.fútból er að gera þetta af því að næstu dagar eru svo geðvikið. Það eru úrslit í öllu, það er keppt í öllu. Tjekkna byrjuðarskoðun, tjekk 15% afsláttur ef að Dóttarfútból sendi enda þetta á spurningu árum fyrir að ræða boltan. Dóttarfútból ræðum boltan. Ég hef búin að óskaða auðvitað gleðilegs nýs græjárs og það er frá tölvuteki. Heyri, Erling Haaland er búin núna að skora 56 mörk í Premier League. Aðeins 2 Norðurlandabúar hafa afrekað að skora fleiri mörki en skúrastildinni. Veistu hvaða Norðurlandabúar það eru? Og takk hérlega fyrir frábæra mætingu í Keiluhöllina í gær. Hannes Halldórsson velti fyrir sig núna hverju þessi 2 menn eru sem á að skora fleiri mörk í Premier League. Norðurlandabúar, hvað það eru mörk? 56. Sem á að skora 50 plus. Sem á að skora fleiri en 56 mörk. Fleiri en 56 mörk? Já, ég er að segja fleiri en Haaland. Erum við báðið með þetta? Er hittin á mér eða? Já, við erum báðir. Ok,
Þú veist, er þetta Óli Gunnar eða? Óli Gunnar Solskjær hár rétt. Hver hinn Norðurlandabúinn? Ég myndi nú halda 56 mörk, hvað skoraði okkar maður? Hver þinn maður? Eiður? Hann skoraði 55. Það svo leis. Skoraði 55, já. En Gylfi? Gylfi Þetta Gylfi? Nei, það er nokkuð. Gylfi Sigur að Það er sjálfsögðu þannig. hár rétt. Það er þannig. Hann er næstmarkaðasti leikmaður bara Norðurlandana frá upphafi, bara Óli Gunnar Solskjær sem hefur gert betur. Hver er markaðasti svíin? Já, það er alveg Freddi Ljungberg Já, með ekki raskat. nei, áhugavert. Er Þeir gætu átt einn, ef hann kemur í sumar. Já, Ísak gæti líka síðan Já, Ísak gæti fara líka að skora farið, já. helling í þessu öllu saman. Við skulum fara að koma okkur í stóru málin. Hannes Halldórsson fagnar fertugs ammali fljótlega, hann á ammali á morgun og hefur heldur betur átt ferilinn. Það er risastórt. Já. Inga Tinna, vinkona mín, hringdi mig og vildi að hann powerrankaði 5 uppbóðs vörslurnar sínar fyrir íslenska landsliðið. Dynalt.is auðvitað með doktorfútból, þar sem þú pantar matinn, pantar borðið og allan þann pakka. Dynalt top 5 bestu vörslurnar hjá Hannesi með landsliðinu. Ég hlakka til að heyra þetta því það er erfitt að ranka sitt eigið dót á bíla, held ég. Hannes, Ég fór í heimavinnuna í gærkvöldi Já, og það er komið listi. ok, nummer 5. Númer 5, nú er ég að treysta á Bullis Media. Þeir eru að fara að pósta þessu, eða ekki? Já. Bakka þetta upp með vídeogögnum. Já, 5. Já. Ísland-Ghana æfingarleikur fyrir HM. Já, Og þarna segi ég Bullis Media vegna þess að ég tekit ekki með nema þeir síni vinkilinn fyrir aftan markið. Það verður að vera. Já. Annars skipti þess út fyrir Nani skallan á móti Portugal. það var rosalegt. En ég tek Ísland-Ghana æfingarleikur rétt fyrir HM. Það er þarna fingertip safe sem að ég held að væri á leiðin inn og einhvern veginn náða klóri. Já, geggjaður. Númer 4. Þetta er Svíþjóð Ísland 2012 æfingarleikur sem að ég held að hafi komið mér í það að vera númer 1 hjá liðinu. Ég var nýbúin að gera mistök í þessum leik. Lars var brjálæðri við þeim, veit ég. Og í lokin á þessum leik þá átti einhver svíinn gott færi og sett hann á leiðin upp í vinkilinn og ég náði að klóra nöglunum í hann og tippa honum yfir. Númer 3. Þetta er Argentína-Ísland. Þetta er ekki vítavarslan. Þetta er fyrirgjöfin sem að þú hefur einhvern tímann greint, held ég. Kemur í lok leiks, auðvitað fullkomnar þennan frábæra leik sem að við vorum að eiga og Sem þú varst að eiga. Já, við allir. sem heilt, þetta er ekki liðsíþrótt. Jú. og svo alltaf gaman að verja stóra vörslu í lok leiks og þetta var alveg svona, ég held að hann væri á leiðin inn þessi. Ég var að horfa á þetta, ég var bara, ok, þetta er mark. Svo kom einhvers staðar Halldórsson þetta með Inspector Gadget, hendurna sínar og líka ég hef séð milljón svona mörk þar sem boltinn svífur í allan pakkan beint í marki og menn segja að markmann gæti ekkert gert í þessu. Já, það er líka, þú varst einhvern tímann grein þetta minni mig og það var vel gert sko, því að þú verður að standa í nærhóttinu og býða eftir hvað er að fara að gerast þetta, það er einhver að tegja sig í hann þarna sko, svo missir hann af honum og þá þarf það að bregðast við á svona metisfæri. Unbelievable. Númer 2. Númer 2, þetta er Tyrkland-Ísland, 3-0 sigur okkar á Tyrklandi. Þetta er svona, ég veit ekki hvort að, hún er ekki eina af þessum kannski eftirminnilegustu, en fyrir mig er hún það sko. Við vorum að vinna 3-0, það er einhver Tyrkin hann sem á langskot sem er á, held ég að fara að syngja í stöngin inn. Strákunir í liðinu vildu meina hann hefur verið leiðinu út af og gáði mér ekkert kredit fyrir þetta. Það er að því að sjónarhóttni aftan á þetta. Já. En það er það mikið körfa á boltanum, held ég. Ég meina, ég hefði aldrei varið þetta skotið að vera leiðin út af. Ég var eins miklu full stretch og ég hef nokkuð tíma verið þegar ég snert hann í loftinu, sko. Og ég get sýnt ykkur screenshot að það eftir. Ég fór yfir þetta í gær. En eftir þessa var ég alveg bara, þessi. Og svo náttúrulega er þetta leikunum sem við tryðum okkur basically inn á HM. Veistu hvað dagurinn var? Þetta var 7. október 2017. Já, vel gert. Og númer 1. Númer 1, þetta er Albania-Ísland 2012 frekar að 13. Já. Munu eftir henni? Jú, heldur betur. Það sem að gerir hana svolítið sérstaka sko er að við vorum sko hann úti á móti Albaníu
Það var svona fyrsti stóri massífi sigurinn hjá þessu liði finnst mér sem var svona að fara af stað og vorum bara að vinna Noregi hérna heima og undankeppni var að fara af stað og við förum út á móti Albaníu sem að í leik þar sem að það var búið að hræða okkur mjög mikið, aðstæður verða erfiðar, Albanindi tapa aldrei á heimavelli, það verður allt vittlust á leiðinu, svo var þarna Arons drama á leiðinu og við erum ennþá hræddari. Þetta Aronsleikurinn eða ekki? Já. Svo ringdi eld og brennisteini, völlurinn var ónýtur, það bara ringdi, þannig að það var 45 mínútna pása í hálfleik, og bara spurning hvort að leikurinn er spilaður, þarna vorum við með 1-1 stöðu og ég vildi fara út og spila því að það verður bara frábær úrslit sko, og það væri auðvelt fyrir okkur að eyðileggja leikinn sko, í þessum pollum og bara hæja á honum og ná sigla heim 1-1. Svo eiga þetta skot þarna einhvern tímann í seinni hálfleik, ég held við séum ennþá í 1-1 og það er bara pollar og drulla og ekkert annað og það er ekkert grip og hann nær honum einhvern veginn þarna í hornið og ég þarf að henda mér á eftir honum með, þú veist, bara í spyrnunni og hann spýtist í polli rétt áður en að hann lendir fyrir fram að mig og ég næði einhvern veginn að setja hendin í hann og svo renni ég svona 1-2 metra í drullunni eftir að hafa varið hann út fyrir markið og bara stendu upp allur, þú veist, grút drullugur eða bara rennandi blöð, þú veist, og það var rosa, það er bara svo mikið power moment í því, sko, ég hefði viljað betri myndatöku af þessu eða eiga, slow-mo, replay af drullulúkinu, sko. En það verður að hafa það, Albanindi voru ekki alveg Nei, og eru held ég ekki enn. Nei. En þetta, ég held að þetta sé mín uppáhalds. Já, þetta var rosa, þetta var svakalegu listi, ótrúlega fyrir, hvað voru þetta aftur margir landsleikir? Þú ert markastum, landsleikihæsti markmaðurinn? Já, þetta er 77. 77, náður meirinn Birkir? Birkir var með 74. Með statið á reynu, með allir Hvað heldur þú, ég var í 10 ára að reyna að ná þessu. Það er ekki vita hvað Birkir verður með marga. Ég er nefnilega málið sko, ég pæli ekki í svona hlutum, það er allir að pæli í svona hlutum, það er nefnilega skemmtilega við þetta og geggjaður listi hjá Hannesi með landsliðinu, við ætlum að skoða svona önnur mál með heimköp, í stundum þá breytist heimboðið í partí, þá vantar eitthvað narti, þú getur sótt allt áfengi í gegnum heimköp, þeir senda þetta yfir með Volt og þú ert komin með léttvinnið eða bjórinn, bara heimtíðin og getur fyrir að njóta lífsins. Hálftími, give or take. Svakaleg bylting. Hannes, þú ert fyrsta fórnalamb hlaðvarpanna. Þú ert það þegar við erum að byrja í Dóttarfútból. Fórnalamb ykkar félagana, já, ég tek undir þetta. Sko, þú ert það. Já, segðu. Ég meina, það kemur upp að það moment 2019 að Gylfi Sig að gifta sig, hann og Alessandra að gifta sig og þú missir á leik að þú ert að fara í brúðkaup og það gengur ekki vel að það á val og við náttúrulega í hlaðvarpi og við erum að reyna að búa til eitthvað nýtt og eitthvað búa til eitthvað öðruvísi. Við hjólum bara full force í þetta, hvað metnaðarleysið þetta er og hvað svona ger ekki leiðtogar og alls konar, við bara hjólum í Halldórsson, þú veist, það þurfti einhvern veginn að gera eitthvað. Já, það var meir, þetta náði hápunktið þarna, sko, þegar við lentum í okkar svona fjölmiðla stríði, en það var alveg áður, sko, þegar ég kom heim, ég vissi ekki hvað ámist og veðri, sko, það var einhvern veginn, mér fannst vera, það var búið að byggja upp eitthvað svona hlaðuvarpa neikvæðnis, mér veit ég var að spila fínt en einhvern veginn las ég út allt, ég gæti ekki raskat í bala sko og það var bara svona, menn étað upp eftir hverjum öðrum og bara mér að sama hvað maður gerði sko, það var ef maður átti toppleik þá var Gunni mættur að það samt og var bara svona, já, kannski var ég ekkert góður og svo var þetta brúðkaup og ég náttúrulega sem maður í sko þessum skemmtana bransa skil alveg hvaðan þetta kemur sko og auðvitað var þetta bara mjög skemmtilegt topic til að tækla og alveg kert upp úr öllu valdi og geta alveg mjög auðvitað brosað þessi dag sko en ég er náttúrulega tilfinning að vera og snöggrittist þarna og svaraði fyrir mig og þannig að mér fannst þetta vera komið út í orðið ágætt á tímabili. Ég held að maður hafa fundið fyrir vinsældum Hannes Halldórsson ég skal alveg viðurkenna það að þú veist við erum með einhverjar Twitter síðu, Facebook síðu og svona og það var alveg leið að láta mann heyra þarna í söllu saman en þarna sko það breytist aðeins tónninn þarna í fjölmiðlumfjöllum við komur hlaðvarpana
þú veist, þú getur eins og Gunni Birgis verið lítill í sér ef þú tekur stöðuna vinans, þá ertu komið hann á bakið. Þú veist, það allt svona, og ég alltaf að tala við strákana, já, ég sé alltaf bara, við erum faglegir, það alltaf eina grunnlega regla doktorfútból, maður þarf að lifa og læra í þessu, já, það ertu bara ungu strákur, en þarna bara allt annað taktur í allir umfjöllum frá því og fórst, hérna, kannski 5 árum áður, 6 árum áður próf. Já, og þegar þú veist bara með þarna Landsbankamörkin og farið yfir þar og maður kannski aðeins bauna á mann ef að maður klikkaði eitthvað, það ekki Hannes átt að gera betur þarna. Jó, mér finnst það. Og svo var það bara búið og hérna, en svo einhvern veginn, þegar kem heim þá var setið og kjamsað á öllu og skrifað allt, og þú veist, alltaf mest að skrifað upp, svo tók alltaf Höddi, tók fyrirsögnin ykkar og bjóð til rauða einhvern veginn umorðaði einhverja helmingi verri fyrirsögn, Hannes hérna hræðilegu tvípunktur, Hjörvar segir eða whatever, þjóðin ósátt eða eitthvað svona. Nei, þetta breyttist og ég held að svona var kannski, maður voru að hlaupa þessu hotnina til að byrja með, ég held að sé aðeins búa hérna. Ég held það nefnilega sko, og þú veist, jú, maður mann alveg eftir því að það ímislegt sem maður hefði betur látið ósagt hérna áður sko, en það ekki það, en ég held að þegar maður lítur tilbaka, þú veist, jú, þetta fótbolti bara, þú veist, náttúrulega mikilvægur og verið mikilvægur partur af þínu lífi og allt það, en þú veist, þegar maður lítur tilbaka að ég bara skil full vel að hafa farið í þetta brúðkaup sko, ég held að það sé svolítið það sem maður situr svolítið eftir þegar maður gerir þetta allt saman upp á beðinu sko, þú veist, þá held ég að það séu þessi augnablik sem að Já, algjörlega, sko, það alveg ef maður vegur þetta metur sko, en svo get ég alveg staðið fullum fettum og farið á dýftina í þetta mál og sagt ykkur hvað þess vegna fannst mér líka brotið svo á minni réttlætiskennd vegna þess að ég raunverulega ætlaði ekki í þetta brúðkaup fyrir en ég kom meiddur út úr svo landsleik og þá settust við Óli niður og hann sagði skelltu þér og en ég var búinn að ræða við Börk þegar ég samdi við Val að mögulega væri þetta fríhelgi vegna þess að ég var ekki búin að taka frí í einhver mörg tímabil í röð og við vorum á leiðinu alltaf bara sumafrí í Karabakk og það var búið að vera mjög mikið andlegt álag á mér þar líka og þá koma valsarnir og vilja fá mig beint inn í sísón og ég sagði ekkert mál en þarna var alveg búið að bjóða mér í þetta brúðkaup og ég hugsaði ég að fara þarna í 2-falda landsleiki mjög erfiða og veist, ofan í þetta allt saman og þetta bara heldur áfram og ég nefndi þetta við þá haldið að þetta geti verið option og þeir bara já við skoðum það þetta alveg við bara og þannig að ég var með bara svona jákvætt svar á þetta en svo bara það sannleikurinn við vorum með allt í skrúin ég held að við vorum neðstir þarna og ég velti svo mikið fyrir mér á ég að ganga á þá ég rætti þetta við Gylfa á þá í landsliðinu og svona þannig var þetta komið að ég væri með þetta í samning að geta farið þarna út en svo var ég búin að tilkynna Gylfa að ég myndi ekki koma af því að ég ætlaði bara ekki ég fyndið ekki hjá mér að fara þarna á þessu mómenti eins og það var síðan kem ég út úr þessum leikjum tæpur, vallameittur en samt þannig að ég tóknaði á náranum í þessu bara nokkrum leikjum setna sko og Óli bara þetta er engin spurning, bara ekki ræða þetta þú bara ferð, byrðu helsa Gylfa og bara skemmtu vel, þú þarft á þessu að halda og svo fekk ég gusu niður mér við náttúrulega gáðum á því skýna og verið meittur já, ég veit það og það var alltaf mækarinn, hann náttúrulega ekkert meittur það vita það þetta sko þetta rauk upp í mér reiðin þegar þetta var að settlast og svo var ég á leikdegi og var að fara að spila við KR og búin að leggja mig og opnaði einhvern síma og þá sá ég einhverja nýja bombu frá þér það kom eitthvað svona þetta átt við ættum að vera búin að aðeins að róa þetta þá held ég að þú var mætt með jakkafötin eða eitthvað svona, jakkafötin voru klár jakkafötin voru klár það voru evidence þá var búin að fara í fittið sko allan baka þannig að varstu með sönnunagögn hegið þetta freknótt í það er frábæð sönnunagögn samt sko en er þetta að svara þessu Sony eru þeir bestu sjónvarpsfólk að selja þau inni í Origo Sony þannig að það tekið upp á Sony vélar bæði hljóð og mynd og allir pakkin og svo fer þetta beint í Sony sjónvarp þetta ekki pressað niður eða einhvern veginn fittað að einhverjum öðrum tækjum heldur kemur þetta allt beint af kunni
þetta allt saman í Órigó og þeir voru með 1.98 tómu tæki, þorðu bara að taka inn 1.98 tómu tæki á lager, þeir held að vera ekki mikill áhuga fyrir því. Það farið. Já, það fór með þetta sami. Já. Hversu töff er að vera, hérna 98 tómu Sony-in minn. Ég ætla ekki að það er konar í útlöndum, þegar hún kemur tilbaka, þá er komið 98 tóma og þannig að ljósið heima hjá mér verður bara. Það er svakalega. Gylfi er komin heim og Hannes, það þekkir engin ábyggilega betur hversu góður Gylfi er en þú. Sko, þessi heimkoma, hún er búin að vera svona mjög vel heppnuð því að hann er búin að vera mjög góður. Sko, ég hef séð fullt af YouTube-myndböndum og fyrir ykkur sem hafa áhuga að skoða, bara skrifiði Gylfi Sigurðsson Fabianski, það sem hann er að skjóta Fabianski, hann er að gera grína á tímabili og levelið af slúttum er bara eitthvað beyond belief. Hannes, þú veist, er eitt að taka við skoti á móti frá leikmanni og annað að taka við skoti frá Gylfa? Já, það er það. Þetta er eitthvað annað, það er erfitt að útskýra. Ég hef oft verið í þessar stöðu sem Fabianski var þarna, standi í markinu og láta Gylfa niðurlega sig eftir æfingu. Já. Það er algjörlega tilgangslaust fyrir markmann, sko, af því að þetta er eitthvað svona, einhver önnur eðlisfræði í gangi þarna, sko. Já. Venjuleg góð skot, jú, þú sér það að þú sennilega ekki var að taka það og maður reynir eitthvað í það og maður er svona, þú veist, það er eitthvað svona, maður er í þessu samt, sko. Já. En Gylfi, þetta er eitthvað svona, einhver innanfótar, einhver svona rockets sem að dippa síðan ofan í undir slána og í hliðanettið og þetta er svo langt frá mann, maður upplifir þetta sé einhverja 10-15 metra frá manni, sko. Og ég er ekki íkja það, þetta er bara svona, þú veist, þegar hann hittir hann, þá er þetta eitthvað svona, eitthvað allt önnur öfl í gangi, sko. Það sem komið okkur óvart sem að höfum náttúrulega ekki spilað með Gylfa og höfum eiginlega alltaf bara verið á einhverju svona völlum það sem er mikill háfað og svona. Eitthvað svo vókalan er inn á vellinum, hvað hann talar mikið, hvað hann er, þú veist, hvað hann náttúrulega fer ekki inn á ennska skólan og þú veist, þú heyrir alveg í Gylfa á vellinum vera að stjórna og vera mjög svona, já, vókal ef svo má segja. En er það ekki, þú veist, er það ekki nýtilkomið? Var þetta svona? Ég veit. Þú veist alltaf að lögða þess að maður er svo langt í burtu maður. Nú fyrsta skipti er maður svona í návíi við hann einhvern veginn að spila. Ég er að sá þetta einmitt núna, en maður sá til dæmis eins og ég tók mjög mikið eftir til dæmis eins og út í Englandi. Þú sást hann aldrei til dæmis hvart í dómara. Þú sást hann aldrei, þú veist, það var alltaf eitthvað svona, þú veist, það var mjög hvetjandi og svona allar handarhreyfingar og annað, bæði í landsliðinu og með félagsliði. Er það, var hann hvetjandi? Var hann ekki, hefði haldið ef eitthvað þá hefði hann verið tuðandi í landsliðinu? En þú sér samt á handarhreyfingunum að það er eitthvað svona eitthvað spirit þarna, sko. Já, það finnst mér alltaf verið náttúrulega, þetta spirit og bara passjóni fyrir því sem hann er að gera, maður finnur það alltaf á honum bara, hann er svo drifinn, sko. Og það kemur ekkert óvart hann sé það hérna heima líka, þetta er náttúrulega mjög stórt fyrir hann að þetta gangi upp og þú veist, ég held að það eina sem geti stoppað hann frá því að þetta verði success, það er meiðsli, af því að hann er alltaf að fara að gera sitt, sko, hann er alltaf góður. Meiðsli og Arnar Gunnlaugsson. Já, Arnar Gunnlaugsson. Arnar Gunnlaugsson er El Guapo þarna. Kryptorítið. Já. Nei, en þú veist, já, hann er alveg, þetta er alveg í hans leik held ég og hefur verið þetta, en ertu ekki líka bara að heyra þetta eins og Hjörvar segir, þú veist, þetta er náttúrulega eitt við að koma hérna heim, sko, Gylfi þarf að undirbúa þessu undir, það er verra að spila á velli sem er næstu í þögna og svo er 1 eða 2 í stúkuru, Gylfi, getur ekkert, Hannes, það leikur allt einn. Það heyrist allt, það leikur allt í gegn. Ég var alltaf með einhverja 2, kannski úrlinga fyrir aftan markið eða svona við hliðina og svo eitthvað, Hannes, hvað finnst þú borgað? Hannes, getur ekki neitt. Smá virðingu hérna, þú veit að pirraði mig, sko. En 10.000 eða 50.000 manns tjanta eitthvað, móðgaði eitthvað með einhverju tjantið og heyrið ekki, sko. Ég held, sko, Gylfi er búin að vera góður eftir að hann kom heim, en ég held hann á svona 8 þrep eftir sem við höfum eftir að sjá í sumar ef hann heldur þessum takti áfram og ef Valsliðir heldur þessum takti áfram, bara eins og í bikarleiknum á móti FH, þú veist. Hann var ekki, mér fannst hann ekki besti leikmaður vallarins og eiginlega ekki næstbesti heldur, en bara hvernig liðið tikkaði með hann inn og fannst mér bara... Mér finnst eitt áhugavert þegar hann lagði upp auðvitað markarna var ekki Patrik Pedersen. Nei, á Tryggva. Já, hann lagði líka upp á fagnaði hann alveg, sko, þvílitt, sko. Já. Það er svona, það er Hólmar og Tryggva. Þetta er það sem ég myndi ræðast þegar ég væri Víkingarnir, sko. Hann er on a mission, sko, og hann langar þetta mjög mikið.
Og þú veist, það eitt sko að fá leikmann, annað að fá Gylfa sig, sko, æfingi og Gylfa sig 5 klukkutíma, sko. Já. Wayne Rooney var að tala þetta bara síðast í gær Já. að þú veist, það var að tala slúttinu Darwin Núnes að Wayne Rooney sagði að þetta væri orðið það háþróað í dag að það bara þegar æfingin búin, þá fyrir bara inn það engin sem eftir út á velli en ég held einmitt að það sé þú veist, með þessa gæð og maður að sjá einmitt á þessum samfélagsmiðlum annað oft hann og Adam eða eitthvað slúta eða taka aukarspyrnur eða eitthvað svona, þú veist, það eins og þú segir. Þetta kemur ekki óvart, sko. Ég hef verið með þjálfara þar sem maður hélt að maður væri alltaf að skora og svo mikið að stigum að vera eftir og láta sína maður væri alltaf að æfa auka og eitthvað svona, sko. Það fór alveg í taugarnar á sumum og þetta örugglega var að vera meira. Það eru heilt teimi og það er búið að reikna þetta allt út og það má ekkert gera auka, það er nára meðsli, það er hitt og þetta og þetta bara æfingin. Við erum búnir að hugsa fyrir þessu, hættu þessu. En ég veit að Gylfi, hann þurfti alltaf að, hann alltaf mátti gera það sem hann vildi í landsliðinu og þegar það var að vera að segja mönnum að fara upp í rútu og eitthvað, þá stóð hann bara skaut samt þegar hann vildi skjóta og það svona, þannig hefur hann rúlað. Sko, það var áhugavert að ég hef heyrt af Harry Kane tala það að hann hefði lært svona workið þegar af Gylfa og Kristján Eriksen. Hann sagði ef þessi gaur alltaf út að velli að æfa endalist þá þarf ég væntanlega að gera það líka. Það við tala við Mason Holgate og ég man ekki hvað þarna frá Everton, Ben Godfrey með honum, það sem voru bara ræða, sko, það er eitt að prófa að Gylfi á öðru leveli. Já. Þannig að þetta verður spennandi og bara þökk sé Gylfa, þá verður vonandi toppar á Íslandi í ár, einhverju til að standa í hárinu á Arnari Gunnlaugsssyni, það er nú orðið lítið. En það er líka magnað, þú veist, að því að nú var maður á Valsvellinum á hvað miðvikudaginn, bara alltaf þegar Gylfi fær boltan, hann þarf ekki að vera nema ekki svona 10 skref yfir miðju, bara þegar hann fær boltan og það myndar smá op mögulega til þess að skjóta boltanum bara rísallir í settunum þá heyrir svona í stúkun Já, þetta er svo skemmtilegt, sko. Já, og maður er alltaf að bíða eftir svona fyrsta svona alvöru einhvern veginn, eitthvað svona Leicester á móti Leicester mark. Já, þetta er heldur betur spennandi. Herðu, ég verð að henda mér í smá sturlaðar fyrst að Hannes er hérna. Sturlaðar staðreyndir. En sem þannig leikur, Hannes. Þú voru að útskýrta fyrir honum. Já, ég er með 3 sturlaðar staðreyndir, eða 4 sturlaðar staðreyndir, eina með hrossskítur. Akkurat. Já. Ég hlusta náttúrulega blöð þáttum. Já, þannig að þú þekkir þetta. Já. Ok. En ég fatt upp á þessu, sko. Já, ég veit það. Og ég lánaði með hann lið á sínum tíma. Hann virtast það. Þetta er flottur liður og sturlaðar staðreyndir með Nóa Sirius, besta settið komið núna í minni umbúðir, bara alveg eins og pippið. Nema þetta er pipp með lakrísbragði. Drengir, sturlaðar staðreyndir. Perugia töpuðu ekki leik í Serie A veturinn 78-79 en urðu samt meistarar. Einmitt. Já, það var ekki leik. Það eru samt ekki meistarar. Já. Lyon hafa 7 sinnum orðið franskir meistarar. Og allir 7 titlarnir komu í röð. Já. Þú mátt að klappa fyrir þessu. El Alto Municipal völlurinn í El Alto í Bólivíu er 4150 metra yfir sjávarmáli. Það er einmitt rosalega mikið hægt að spila í slíkri dæmi. Í hákaliðinu 1997 sem fór upp úr C-deild þá spilaði borgarstjóri vor Einar Þorstinsson sem er með þetta Build Back Better program í Reykjavík 3 leiki í byrjunarliðinu. Hver haldið þið að sé hrossaskítur þarna af þessum 4 sturluðu staðreyndum? Eina af þeim var hrossaskítur. Já, það var ein hrossaskítur. Ég ætla að tippa á fótbolta á hæðina. Mér finnst þetta of hátt. Á 4150 metrar. Já, ég... Málið er að maður þekkir aðeins til þarna í Bolívíu. Já, og það er oft talað þessa altitude games. Ok. Þannig að ég ætla að segja Lyon. Lyon, já, síðan meistarar. Já. Sturlaða staðreyndin er svo að Einar Þorstinsson var ekki nálægt í að komast í liði hjá HK. Í alvöru? Já, hann kom 2 á bekknum. Okay. En þarna voru Jón Þorgrímur Stefánsson og Steindór Eiríksson. Það var hrossaskítur. Þó hann sé með þetta Build Back Better program í hérna og þú finnur fyrir því í Reykjavík. Hann lúkkar, þú veist, he fits the profile að vera svona
Var hann vardamaður kannski? Nei, sóknarmaður. Hann var sóknarmaður. Já, mér hefði alveg tippað hann ætti 2 leiki Hann var sem eða hafsend. nokkra. Hann var sóknarmaður og svona gekk upp og ofan hjá hann í boltarum. Hann gengur vel í borginni. Hann gengur vel í borginni, held ég, alveg örgulega. En þetta var stjórnlu staðreind og gaman að geta hendi stjórnlaða staðreindir. Ætlum aðeins að kíkja á bikarinn sem að kláraðist í gærkvöldi með Keldunni. Góða fréttir af Keldunni, eða ekki, ekki fína fréttir af Keldunni? Jú, jú. Ég alveg hættur að skoða þetta. Þá skoðar þetta ekki. Nei. Hvort þið ekkert að fara að selja. Nei, ég gold hands, Já. ekki diamond hands. Það sem ég ger alltaf, ég skoða, buy low, sell high. Ég Ég held býð alltaf eftir þetta ferði high, þá ger ég idiot sell. Já, þá selur, ok. það er nefnilega, Drullu góð taktik. já, alltaf þegar þú sér eitthvað sem er low, þá áttu að kaupa og býð eftir að, Ég hef aldrei hitt á, ég hef bara tapað. já, við þurfum að skoða þetta allt saman. Ég ætla Förum líka, yfir þetta. já, ég ætla að minna ykkur á það að bókin Lífið eða kynlíf er núna komin sem hljóðbók eftir Áslaugu Kristjánsdóttur og kynfræðing og hún les sjálf inn þetta allt saman, þannig að þetta er mikilvæg bók fyrir öll betri heimili. Drengir, bikarinn í gær, blikar úr leik, Já. blikar töpuð fyrir B-deildaliði Keflavíkur. How? Voru bara mjög lélegir. Bara fyrri hálfleikur með því vera sem maður hefur séð frá Breiðabliki lengi. Já, Þetta var bara andlaust. Keflíkingarnir bara svolítið, þú veist, náðu svolítið sterkri byrjun og gengur svolítið á lagið. Og ég held að það hafi verið hægt bleikana og hérna svona uppstýtingin skrítin, Daniel Obiker var svolítið bara, já, hann var svolítið týndur og sama með Benjamin Stokke. fara í útlendingana. Nei, og svo ætlaði, ég var bara að byrja sko. Damir náttúrulega á ekki sem besta leik. Serbin. Já. En ég meina, jú, við getum tekið fleiri sko. Það er ekkert mál. Ísak Snær til dæmis, en mér finnst hann ósanngjarnt að vaða í Ísak Snær. Hann er búinn að vera- Nei, hann er búinn að vera middur í 3 mánuði. Hann er komið bara úr meiðslum, það er bara verið að spila hann í form, en maður hefði samt haldið að, þú veist, að menn ættu að klára svona leiki, þetta lið, en svo velti maður líka fyrir sér. Þú ert að reyna að ná takti í eitthvað lið. Það er ekkert brjálað leiki ála nú. En er ekki sniðut að þetta bikarnum? Var það ekki? Nei, fyrir lið sem eru ekki í topp tier. Heldur að Keflavík vinni bikarinn? Nei, Heldur að Keflavík vinni bikarinn? Heldur að Keflavík vinni bikarinn? Já, ég geta alveg vinni bikari. Geta alveg. Það er alltaf, það eru töfra bikarsins. Já, það er alveg rétt. Sko, En Hannes, Breiðablik, maður hefði alltaf tippað á þá kannski topp 3 til þess að vinna bikarinn. Hannes, þú er unni bikarinn hvað oftar en einu sem það ekki með KR. Tvisvar með KR og hérna, þetta er skemmtileg keppni. Mjög. Sko, þegar lið tapa, þá fer alltaf fókusin á þjálfaran og í þessu tilfelli þá fer þessi hitti sem að var kannski, það er allir búin að gleyma hittanum Átta Grétars, nú er hann bara öruggasti maður í starfi og núna er hittin komin á Dóra. Þú sem leikmaður, þegar þú tapaði leikjum, varstu einhvern tíðan að pæla í þjálfaran? Varstu einhvern tíðan, þjálfarinn maður, þetta er honum ekki, hefur einhvern tíðan verið í þeim pælingum? Af því að Nei. fjölminna fara alltaf þangað? Já, akkurat, það er náttúrulega mjög þægileg go-to leið sko, en nei, ég held að það er ekki þangað sem hugur leitar sko, þú situr bara hana grútsvektur með einhvern veginn hvernig maður klúra þessu sko. Já. Ég spila svona leiki, kannski íktari heldur en sem blikunni voru að klikka á í gær, þú veist það sem þú tapar bara fyrir einhverju liði sem er 4 deildum neðar. Þetta er ótrúlegt hvernig þetta getur einhvern veginn, hvernig svona takturinn í svona leikjum verður sko, hvernig hann bara smá sama fjarar út og bara svo allt í einu flautað af og þú tapaðir og þú trúir því ekki sko. Þetta er svona merkileg fyrirbæri þessi byggarleikir, það sem að verða svona uppsett sko. Þarft ekki bara alltaf að mæta með þitt besta lið? Er það ekki bara komið þannig í dag? Nei, það er bara verið mjög sniðut að spila bara með sitt besta lið og vinna hann leik. Ég meina, Kristófur er meiddur, það er greinilegt. Kemur inn á meðist, já. Leikurinn náttúrulega breytist eftir að Höskuldur og Viktor Karl og fleiri koma þannig inn og Kristófur náttúrulega. Við það breytist leikurinn mikið, Alexander Helgi og fleiri. En bara mikið rósa á Keflvíkingana, en þetta er svona keimlíkt mark sem að Blikarnir fá núna á sig 2 leiki í röð, það sem að annars vegar Ari Sigurpáls í Víkinni og svo Sami Kamel, það sem að hann færir raun og veru að keyra svolítið langt inn í tegin og taka svolítið marga snertingar inn í teg áður en hann klínur honum í fjárhætni. Glæsileg framistæða hjá Sami Kamel sem að þetta var góður í fyrra þó að Svakalegur. Keflavíkur liðið hafi verið í vandræðum.
Maður er nú að senda kveðjur á hann Rúnar Inga Eysteinsson, ungur leikmaður sem er á láni, eða hvort hann hafi félagskipti frá Breiðablik, allan hann Bliki upprunalega og var í Augnabliki fyrra. Hann fóbrottar eftir þarna mjög stuttastund á vellinum og verður í gifsi í einhverja 6 vikur, veit ég. Hundleiðilegt, nýkomin inn á brotin og... Þetta var leiðileg innkoma. Já, það var leiðilegt. Þetta er vesen, Blikar í smá hólu, það var bara að segjast alveg eins og þetta var lélegt. En ég held að þetta sé samt svona fullkomin leikur til þess að ná Augnablikinu aftur ef náttúrulega þeir verða að vinna KR á helgina. Ég held að þetta sé góðu leikur til þess að einhvern veginn að ná taktinum aftur. Ég ætla að vera gamli leiðileikurinn hérna, á góðu leveli, semlegu leveli. Dóri Átnaði reynslulaus. Eyjólfur Hýðins, áttur að allt indíslegir og allt þetta, en þú veist, algjörlega reynslulaus líka. Halli Björns, hann algjörlega reynslulaus á þessu leveli. Eyður Ben algjörlega reynslulaus á þessu leveli. Hann hefur náttúrulega verið í Já, hann hefur verið hluta hvernig bolta og svo hefur hann verið náttúrulega aðstoðarþjálfari hjá KA og annað. Já, allir á svipuðum aldrei. Á þessu leveli eru þeir reynslulausir. Já. Ferskir þjálfarar svona. Já, ferskir og ábyggilega mjög flottir þjálfarar. Ég ætla ekki að gera lítið úr því, en ég er að segja að þetta er bara reynslulitlir menn sem eru þarna að stíga á stóra svið og þeir runnu aldrei svo svellinu þarna, en til hamingju Keflvíkingar, glæsilegur sigur hjá ykkur. Haldum áfram að kíkjum aðeins á bikarinn. Víkingarunnu Víðismenn, þar sem að spænskur leikmaður í liði Víðis setta bara yfir allan völlin nánast. David Toro Jiménez Það var helvíti vel gert. Rosalegt mark. Það verður að segjast. Það var rosalegt mark. Hvað er hann gamall hérna í markinu á Víking? Sér Vúlstrákur. Það sé ekki 2004 ekki. 3 langar með að segja. Hann 2003. Pálmi Rapp. Já, hann er góður heldur sko. Þetta er leiðilegt bara, er leikt við hann að sakast í þessu, en þetta er svona Ég held að þetta er svona, þú vilt ekki fá þetta á CV-ið sko. Þetta er eitthvað sem að þú þarft að lifa með, held ég, ef þú ert að spila með liðið svona hátt uppi. Já, akkurat, en við verðum bara að gefa honum það þessum gæja, þetta var vel spottað og alltaf ótrúlegt að hitta hann í markið á einhverjum 70 metrum annað sko. Galið mark sko. Sko, nafni minn, Hjörvar í marki IBVF, hann og félagar, þeir Vestmanningar töpuðu 2-1. Kall Greiða, hann gaf víti, hann verða síðan rosalega, reboundið líka. Ég fekk alveg í markmannshjarta þegar ég horfði á þetta sko. Auðmikið kallinn. Það að séu 2 frákvæð sem að enda hjá andstæðingunum er náttúrulega ekki í lagi. En sko, ég vil bara fara alveg aftur í byrjunni. Hvernig nær á 90. mínútu, hvernig nær þá lið sem er manni færri að koma með einhvern fallið á boltinn á tegin. Það eru 4 Eyjamenn sem umkringjan, en hann á samt snertinguna á boltan. Hvernig er ekki einhver sem er bara búin að stíga undir eða eitthvað, þú veist. Hjörvar, jú, hann kemur náttúrulega þarna út af svona ákveðinu offorsi, en þetta bara á ekki geta gerst á þessu augnabliki leiksins. Glæsilegur sigur Grindvíkinga. Rosalegur. Já. Heldur betur flottur sigur þarna, þetta voru alls konar leikir, ég sá rúvararnir, þeir hentu í topp 5 fallegustu mörkin á samfélagsmiðlum. The hate is real. George Nunn markið er ekki að nynni. Það voru mörg flott mörg. Það voru HK-spjallin í gær. The hate is real. Rúvararnir ákváðu að cancela því. Það er á topp 10. Geðbilað mark. Clutch marki á George Nunn. Hægt að skoða öll mörg samfélagsmiðlum og rúf.is. Strákurinn frá Cobham, sniðgengin þarna. Og the hate is real, eins og við segjum. Káringar rúluðu við K.A. þar sem að markmaðurinn fekk rautt spjald, sástu það, Hannes? Nei, er þetta ekki. Markmaður Káringa, hann fær rautt spjald, þessi 3-falda refsing, þótt hendir í hana. Byrju, hver var í markinu? Það var hann að breski varamarkmaður. Já, það var áhuga. Hann braut, víti og út af. Já, það er ekki lagi. Ekki nema hvað, ég er mögulega einhver undantekning á sem það er opið mark eða brútal tækling eða eitthvað. Já. En þetta var náttúrulega versta regla af fótboltan. Sko. Algjörn, við sáum þegar Alisson gerði þetta hérna sem tekið tilbaka í Evertónleiknum. Það var bara gult spjald og þetta var mjög sérstök ákvörðun og Siggi Helga, hann var ómyrkur í máli á samfélagsmiðlum í gær og sagði að þótt væri óhæfur að dæma leiki KR. Það er ekki rétt, hann er bara að dæma, þetta eru mistök líklega. Og ég held að hann sé einn af okkar efnilegustu dómurum. Áhugaverð úrslit fleiri því að Vestri vann Hauka 4-2. Áhugaverð úrslit, með gerum svo sem ráð fyrir því. Já, ég held að það hefur verið að draga bara núna eftir 3 mínútur. Já.
Það vakti líka heldur betur athygli að Árbær var með 1-0 stöðum út í Fram eftir 86 mínútur. Mögnuð framistæða Árbæinga, flott upplegg þar, heldur betur. Klukkan alltaf víti og nokkur döðaferðum. Algjörlega magnaði Árbæingum sem að fóru í 4-4-2 og lokuð á Rúnar Kristins í 86 mínútur með einum færi. Rúnar færi ekki á sem mörg. Já. Málmálan samt og við getum pörur á my TikTok. Það er vítið sem að Fram var að fá þegar 5 mínútur eftir. Karatispark í belg leikmanns Framara. Einn Árbæingurinn, orðin vel þreyttur sko. Og hendir í eitt gott karatispark í Belgíu. Þetta er svona Bruce Lee-esk. Og ég bjóst við rauðu spjaldi þarna en ég held að hann ekki einu sem fengi spjald fyrir karatispark í belg. Nei. Sem var mjög áhugavert, heldur betur. Nú var eitthvað fleira í þessu drengir sem að, þú veist, Hannes Stúd mikill áhuga maður byggja, hvað var svona heillaði? Voru það íringarnir? Já, ég var náttúrulega undirbúið fertusamali í gærkvöldi sko, þannig að ég sá bara highlightin í fréttunum og ætla bara að koma reynda borðinu með það sko. Þannig að þess vegna kommentaði ég rosa mikið á vítið í Vestmannaeyjum og flotta marki í Víkinni og svo ætla ég bara að halda kjafti sko. Heldur betur, annar var eftir bókinni, Káa vinnur í þarna í lokin, þannig að Hafsteinsson skora glæsið mark. Var eitthvað sem þú vilt taka út úr þessu Nei, bara, þú veist, þetta eru frábær 16 úrslit sem eru framöndan. Mörg öflug lið sem eða bara flest öll liðin sem að gera ráð fyrir að myndu vinna unnu fyrir utan Breiðablik. Já, heldur betur. Það var lítið af sannilega óvæntum úrslitum. Já, það var þarna, þú veist, Höttur Huginn að halda Fylki nokkuð lengi í nullinu, Haukar komast yfir eftir að hafa lent undir á móti Vestra og Víðir náttúrulega kemst yfir, þetta var svona smávægilegt hingað og þangað. En Grótta Þór var góðu leikur. Grótta voru betri mestmegniða leiknum og Þórsararnir komu síðan svona undir lokin og nokkri vafasamir dómar og eitthvað svoleiðis, einhver læti og einhver hiti. Gunnið, þú sást þetta allt saman. Farðu og gerðu þetta eins upp með Colgate. Hver er bestur? Colgate leikmaður umferðarar? Samir Kamil. Samir Kamil. Á nokkur svafa. Colgate þjálfarinn? Maður má alltaf ekki velja úr sama leik en þú veist maður tæk ekki, ég held að það sé bara fínt fyrir Hallgrímur Jónasson að komast áfram. Ég held að Káamenn þurfa alveg að þið halda. IR eru bara mjög öflugt lið. The hate is real, Ómar færi þetta ekki og mig fyrir að fara í Laugardalinn. The hate is real. Við getum alveg tekið Ómar líka. The hate is real. Og svo er það Túban, Colgate Túban sem að lag úr þetta. Er það ekki bara mínir menn eigamenn? Já, eða mögulega, jú, líklega er það ég en ég var svektur með FH að byrja ekki með eins og Björn Daniel. Mér fannst það leiðilegt. Því að hann er búin að vera það ógeðslega góður í FH-liðinu. Svo fara í bestu deildina með kjarnafæði, lærisneiðarnir og klárar, þurrkryddaðar. Spurningin frá kjarnafæði er einföld. Hannes Þór Halldórsson er auðvitað víkingspappi í dag, með fullt af börnum í félaginu. Með hvaða liði heldur í bestu deild, Hannes? Já, það er eiginlega ekkert einfalt svar við þessu sko. Ég þarf bara að gefa þér svona smá Þú ert alltaf pólitíkus. Nei, án gríns. Ég ennþá að finna alveru tilfinning að vakna núna sko. Ég hefði náttúrulega vilja vera káringur sko. Alveg mæta á káleiki og svona. Ég svolítið fórnaði því með því að semja við erkifendurna. Já, það fór eins og það fór, þannig að ekki held ég með þeim. Víkingar eru svona mitt lið núna, en ég hef alltaf spilað, þetta eru eina liði sem ég hef ekki spilað með í bara Reykjavík sko. Þú ert skráður? Já, er reynda skráður. Þannig að ég held mest Fram? Já, sko, mér er alltaf hlýtt til Framarana sko. Og það er alveg svona, þeir eiga sess. Já. En svona það vakna ekki raunverulega tilfinningar við mikið af úrslitum núna sko. En ég meina, ég er í hverfinu, víkingskverfinu og ég held að leið og annarkvort barnanna er komið í meistaralokin þá verði ég veikur víkingur sko. Já, heldur betur. Og svo náttúrulega býð ég bara eftir að mínum en leikni komist upp þá er ég, þá erum við að tala saman sko. Þá erum við að tala saman náttúrulega 4 leikir á sunnudaginn. KR Breiðablik er stóri leikurinn þar. Grasleikur í apríl. Hannes, þú sem markmaður. Já. Þetta
Þú vilt ekki fá mikið einhverjum rúllum til aftur á eitthvað í grasleik í apríl á Íslandi? Nei, ég spilaði náttúrulega sko fyrsti leikurinn minn hérna í deildinni þegar ég kom tilbaka var á Akureyravelli og þar byrjaði, þar fengu þið félagarnir bensín til þess að búa til þá svona, hvað ég segja, hendaði í ganga ég væri órugur og með ekkert á hreinu, þú veist, það var eitthvað svona skoppandi, þú veist, þetta er bara svona hræðilegu völlur sem þú þarft bara einhvern veginn að díla við, þetta var rók og hart og þú þarft bara einhvern veginn, heyrðu, ég þarf bara, þetta var ekki fallegt en let's go, komist í gegnum þetta og en einhvern veginn tókst að búa til eitthvað úr því og það er auðvelt ég náttúrulega var grasmaður og álst upp á grasi og svo kom gerfugrasi og svona, ég eiginlega færðist bara yfir, þú veist, hún var farið að líða miklu betur á gerfugrasi og þú veist, þar hefur fastlanduðu fótum, veist en á meðan að hitt er bara, þú verður bara verri leikmaður. Grasleikur í apríl alltaf áhugaverð stöf, sérstaklega fyrir markmenn, menn ekkert að reyna að kontra, menn ekkert að reyna að vera sniðu, það bara gamla góða Já, og þú lítur bara alltaf út eins og þú vitir ekkert hvað það gerast. Heldur betur, spilaður ekki alltaf í skrúum, Hannes? Jú, alltaf í skrúum á grasi. Já, það var ein flott að sjá. Já, það verður flott að sjá hvað KR gerir með, því að nú hafa það verið með Gísmit með framalega og línuna framalega og eitthvað svona, hvort það þori að halda áfram að spila þennan bolta eða hvort þetta verði bara alvöru fistfight þarna á laugardaginn. Gísmit, the man who took your job. Já, það er svoleiðis. Við ætlum að ræða fílinn í hervíkinu. Komið með alla fílana, hendið þeim á borðið. Út með alla, þú ert að hreinsaði þetta allt út fyrir fættut. Já, nákvæmlega. Góðan tími til að líta tilbaka. Alveg rétt maður. Heldur betur, Vestri og HK verða á Afísvellinum klukkan 2 í Laugardalnum. Það verður áhugavert, Víkingur Káa sömuleiðis á sunnudaginn. Það er náttúrulega eitt af það sem er náttúrulega gott við Víking og það er einhver grein á Ríkissjónvarpinu á Stöð 1 vefnum. Rúf.is á Stöð 1 vefurinn. Já, Rúf.is gástu íþróttir. Það er hann Jóhann sem er frábær. Jóhann Páll. Já. The greatest journalist in Iceland. Ég hefði viljað sjá Víkingsvöllin í topp 3 þar sem fallegasti vallastæði og svona. Var það ekki? Ekki, nei. Það er náttúrulega bara ekki faglegt sko. Nei, því að það er langskemmtilegast að mæta þarna á Víkingsvöllin. Því að þegar þú ert í Vestmannum, það er svo fallegt að horfa ángað en það er bara eitthvað geimur og þú er bara einhvern veginn, það verður aldrei neinn stemningar. Já, það er ekki notalegt að þú veist, það er mjög fallegt á mynd sko. Já, mjög fallegt á mynd. Í Vestmannum, en upplifunin að mæta er ekki, það er á enginn völlur roði í Víkina sko. Langskemmtilegast bara sem leikmaður er Víkingsvöllurinn, það er Kaplakriki, það er Kárvöllurinn. Sammála. Já. Þetta er svona cirka. Kaplakriki og KR á topp 10 báðir. Svo fannst mér líka alltaf gaman líka að spila á Akureyravelli. Þú ert downtown. Já, ég elska Akureyravelli. Þess vegna fannst mér, það er samt leikur sem ég var að vísa í, þarna leikunum sem við töpuðum 1-0. Það var leiðilegt að fá þann leik svona snemma sko, af því að Akureyrarvöllurinn hefur náttúrulega svaka sjarma og það var, ef þú hittir á júlíleik í Akureyri, það toppaði það fátt sko. En hvaða vellir voru þá á þessum lista? Hásteinsvöllur, Ólafsvíkurvöllur, Grýluvöllur í Hveragerði, Skallagrímsvöllur, Kaplakriki, Kárvöllur, Grenivíkurvöllur, Skeiðisvöllur í Bolungarvík, Seyðisfjarðarvöllur og Dalvíkurvöllur. Hvað er verið að velja? Fallegasta bæjarstæði? Nei, fallegustu vellina. Já, það er verið að tala um ljósmynd hana. Já, ég valdi Helgafellsvöll í Vestmannaeyjum númer 1. Já. Hafið þið spilað það? Helgafellsvöll er ekki rétt rund, hann er uppi. Ég fór axlarlega á þessum velli maður. Það er þannig? Já. Þetta var oft svona eitthvað á vorin, maður píndu til eigið þarna. Það bara þegar þú horfir yfir, þetta er bara, og þú ert með bara eldfjallið þarna fyrir aftan og eitthvað svona. Svo ertu með Vestmannaeyingana flautandi á þig og þetta er sjarmi. Það er bara unreal völlur sko. Já. Ef ég var Vestmannaeyingur þá myndi ég vilja að völlurum væri það sem Malavöllurum var. Þar var alveg passjón þar sko. En hann var ekki eins grætt þá. Hann var ekki íða grætt í apríl eins og hann er. Hann er alltaf alveg þarna við. Nei, hann er ekki, fyrir ekki. Jú, það fíkur svo sem saltið yfir hann. Það er alltaf erfitt að bera saman, þú veist, Kaplakrika og Grenivíkurvöll, skilur við. Þetta er ekki alveg sama kategórían. Þannig að þú ert kannski meira að pæla í myndinni sko. Förum að tippa mótum lengið í það tölur og hendum í þetta eldsnögt 4. umferð í FH. Lengjan. Inn í Akranesvöllinni. Já. 3-1 í Málega ef þið fá að spila allt Íslandsmótið inn í Akranesvöllinni sem þeir reyna að gera, þá verða þeir Íslandsmeistarar í
Ljótt er það Vestri HK 0-2 HK Getsi Víkingur Káa 5-1 Víkingur Já KR Breiðablik 0-1 Breiðablik Já Valur Fram 0-0 0-0 Ok Fylkir Stjarnan 1-3 Stjarnan 1-3 Stjarnan segi Gunnar Birgisson Það voru flott gísk. Þetta eru flott gísk, hann er eitt svo besti Já. Hann er bara eitt svo besti Sama hvað hver segir Þá er þessi maður eitt svo allra besti í þessu Gunnar Birgisson Takk Einstakur leikmaður Förum yfir í enska boltan Vinir mínir eru svo miklu Gunnar Birgismenn sko að hafa hann einhver tíma verið í svörtubókinni fyrir að láta mig heyra það á sínum tíma þá bara, ég geta ekki lengur, hún er svo mikið rósa í Það er svona chatgrúpunum mjög gott að fá minni. því að gera þessu upp fortíðina. Ég þarf að gera meira af þessu. Það er ímislegt sem maður hefði betur látið ósagt í Ingalanda. Allt er góðu sko, það er bara gleymt og grafið og Gott. þú ert allavega kóngurinn í minni chatgrúpu sko. Ég fer hjá mér sko. Hann fer hjá sér eðlilega Eðlilega gerir hann það Svo fara í þetta með flísabúðin elsta og virtasta flísabúð landsins á toppnum síðan 1988 og fyrir ykkur sem vilja fara alla leið já, þá er Versace þar þá er fyrir okkur Versace menn eitt veggur með Versace flísum jú, ég er alveg klár ég skal alveg viðurkenna það aldrei verið skorað meira í ensku úrvalsdeildinni þar segja 20 leikja dæmi aldrei verið fleiri mörk Og hver hefur skorað flest? náttúrulega sitt ég á leikinni þannig að ég get ekki sagt neitt fyrir en að þeir eru búin að leika þann leik Já, hvað þurfa að skora mörg í þeim leik? það er eitthvað 5 mörk eða ég man það ekki heyri flísabúðin og Dóttar fútból áfram flísar Manchester City gjörsigruðu Brighton 4-0 í gær þurfum við ekkert að ræða það þannig að klárar City rest Hannes Já, ég svona, mér sýnist það, þú veist, manni finnst þeir vera þetta lið sem að misstígu sér bara ekkert þegar að á hólminu komið, skiljur, þetta er eitthvað svona hundleiðileg vél sem að er ekkert hægt að eiga við. Geggju vél reyndar. Já, en fyrir okkur sem erum í samkeppni við á. Þú ert náttúrulega, bara að segja alveg svo þú ert einn harðasti púlari landsins og þú ert með alla þessa púlara og nýðir alla daga. Gulla Garða sem er náttúrulega koppari, algjör koppari þú ert með Solo Holm sem er koppari Baldur Kristján sem er í raun og veru aðal kopparinn Já, þetta er sko grúppan sem ég var að vísa hérna á þann þetta er WhatsApp-grúppan með einhverjum 5 veikustu Liverpool-mönnum landsins og svo mér, þetta var kaldan hjá þér ég er ekki svo harðast, ég er svona spari púlari, ég held með Liverpool í ár ég held með þeim síðast þegar þeir voru bættu stigamæti en unnu samt ekki og svo held ég að það var verið þegar að Gerrard rann það er svona cirka þetta er tímabilin sem að kviknar eitthvað á mér sko þannig að þegar ég hendi einhver inn í þessa grúpu Liverpool þá fæ ég ekki, ég held ég sé með hliðargrúpu takk ekki mark á mér sko það er bara já er á engan áhuga að heyra hvað það er bara ekki neitt sko Þú hefur sagt á samfélagsmiðlum að þegar að það voru mistök hjá Jörgen Klopp að tilkynna þetta 27. janúar af hverju? Já, ég sagði það einmitt, já, ég þarf að særi vipnum Þetta var eftirminnilegu status Nei, ok þú veist Hvað heldur þú? Nú er þetta bara búið Já, þetta er búið og þú veist, endur ég hættur að pæla í þessu Ég held með þeim í nokkra daga þarna þegar þetta var séns En sko, það er svo erfitt auðvitað að segja það núna maður Ég veit og hatar svona teik En ég meina, það er þetta, þú veist, þetta hefði alveg geta virkað Og þetta virkaði alveg öruglega inn í hópin Bara, heyrðu, já, let's go, nú gerum við þetta fyrir kallinn Þetta virkaði til að byrja með, klálega og ég held að séu svektari við vikið Ég held að séu núna Ég held að tilfinningarnir séu stærri 100%. Af því þeir ætluðu svo mikið að gera þetta fyrir hann Og mögulega hafa það tjókað út af því En mér finnst erfitt að segja núna, þú veist, að því að síðan hefur náttúrulega komið hérna og sagt, okkur tilkynir hann ekki, það kveikir í öllum, það verður allt vitlaust, finnst hann alltaf að gera þetta, svona last dance, þú veist. The last dance. Heyrðu, þetta er gott. Kalla þetta the last dance. Já, það ekki. Já. Ég er nefnilega búin að vera að hugsa þetta, ég ákvað að koma með þetta hérna inn, ég var eitthvað að spá í þetta, hann er að hætta. The last dance, hvernig veist þetta? Þetta er þetta gott. Já. Sko, það var að gefa það Gunnar Birgisson að þú bindur ekki baka þeirna sömur hnútum og samferðanir. Sko, þú komst þér helgi eftir helgi og sagði að þetta var ekki sustainable. Þeir voru að vinna þess að harka sigra mútið Nottingham Forest og Brighton og allt þetta. Og þú virðist að hitta á nagla.
Já, ég meina það þurfti svo sem engan snilling til. Ég meina, þetta er ekki sama Liverpool-lið og við höfum verið að sjá. Þetta og það er mögulega að komast upp ákveðna leikmenn. Það er mögulega að komast upp Darwin Núñez. Mögulega er hann ekki leikmaður til þess að leiða línu í topp 3 liði í ensku úrvalsdeildinni. Ég held að hann sé bara ekki alveg á því kalibri. Það er mögulega að komast aðeins upp Mo Salah. Mo Salah þurfti mögulega að fá þessa aðstoð sem hann fekk í Firmino og Mane. Miðsvæðið þeirra er ekki gott og það var þegar Wijnaldum, Milner, Henderson og þeir allir voru þarna. Þetta er bara ekki alveg sama fútið í þessu. Það eru leikmenn sem hafa stíð upp. Allir sem McAllister hefur mögulega verið sá leikmaður sem hefur stíð hvað mest upp. En ég er alveg á því. Það er mjög auðvelt mitt að segja af hverju tilkynnti hann þetta svona snemma. En ég held að sé líka alveg hægt að segja hvað ætli leikmenn sé hugsa, hvað ætli Salah, hvað ætli Van Dijk, sem hafa verið leikmenn sem hafa verið orðaði frá Liverpool. Van Dijk eitthvað svona verið einhver spurningamerki með hann og Salah sem liðis, það var meira þess að fyrir síðasta tímabil. Hvað ætli þeir sé að hugsa? Arne Slot, það er sem þeir að hugsa. Heldur það? Já, okay. Arne Slot er að koma, það er bara pottið. Já, ég er að segja, en eru þeir þá að gefa þetta allt fyrir þjálfarna sem er að fara, þú veist? Já, þetta verður áhugavert, ég held að Salah verður nú hitta áfram að það. Ég held ekki. Það er vel við hæfi að Orka Náttúrunnar sé með Dóttar fútból í enska boltanum því að Orka Náttúrunnar appið veitir aðganga hleðslustöðum land allt, hverfa hleðslur eða hraðhleðslur, þú velur og nýtur lífsins. Sko, Hannes, ég veit að þú ert ekki að fylgjast með ákveðnum degi og alls þú með 3 börn og nútíma samfélag er ekki gert fyrir 3 börn, það er bara álagið slíkt. Já. Og þú getur alltaf komið til mín og beðum aðstóð. Takk fyrir það. Ég býð þetta rétt hjá þér. Getur þurft að ríka með það. Sæll, þú varst að bjóða mér aðstóð. Sækja þetta eina í leikskóla. Mæti doktorinn. Gefa Bergi að borða. Já. Skink og ostur og klemma þetta saman. Herði hérna, það er stæðilegur strákur sem ég er farin að halda mikið upp á. Hann Mateta, þegar veistu hvaða leikmann er að tala í hérna Crystal Palace? Nei. Ok, hann girðir sig, þetta er stór stæðilegur maður, hann girðir sig bara eins og Höddi Magg, alveg upp. Og hann er bara trilltur núna þessa mundur. Ok. Franska landsliðið EM, klári hann. Að byrja? Nei, bara að hendur inn, bara út með 26 leikmenn, bara hann er stuði. Já. Af því hann hefur eiginleika sem að, þú veist, hann er bara built different. Já. Hann er bara skeppna, sko. Þetta er bara, þú hakkar hann. Það er svo erfitt að eiga við þess að skeppna. Þú hakkar hann. Þessi stóru gæjar. Einmitt. Bara standa. Hann setur menn bara á bakið og svo hleypur á stað, sko. Já, þetta er bara svona eitthvað sem ég hef verið að pæla í undanfarna daga með þetta skemmtilega Crystal Palace-lið sem allt í einu hrökk í gírinn og ég varð að gefa þessum strák smá shout-out. Ég veit hann hlustar á þáttinn. Já. Það er alltaf gott að geta gert það. Hann var ánægður með þetta. Veitum hver er farin til Berlands? Þetta er Ponsa. Í 87. skiptið. Hann er alltaf Rýni endurskoðun. Það er rosa, það gengur vel. Já, það gengur vel. Hann er Rýni eitthvað þarna í London, eins og hann segir. Rýni Ölsen. Hann er Rýni Ölsenin. Skoðan það með lagningu, ég veit að hann nýtti sér það, lagning.is, lagning DOC 15 fyrir 15% afslátt hjá þeim. Vestam tekur móti Liverpool, þar sem að bæði liða kannski að litla keppa, en Liverpool getur haldið áfram að setja pressu á liðin fyrir ofan sig. Fulham, Crystal Palace, Manchester United, Burnley. Óvæntur Burnley sigur? Nei, ég kom þarna. Er það? Óvæntur Burnley sigur á móti Manchester United? Já. Segðu það fyrir þér? Wolves, Luton, Everton, Brentford, Newcastle, Sheffield United og svo Aston Villa, Chelsea. Sunnudagurinn er það sem þetta allt snýst Tottenham, Arsenal og Nottingham Forest, Manchester City. Hvað gerist þarna? Hannes, hvað heldur þú að gerist þarna? Hvernig fyrir Tottenham, Arsenal? Tottenham, Arsenal? Já. Ég veit, hvernig takturinn í þínu mönnugunni? Við vorum að baka Chelsea. Það er alveg rétt, já. Við settum það bara í hakka. Cole Palmer lausa Chelsea. Já, er þetta ekki eitthvað svona 2-1? Nei, 1-2. 1-2. Sáttu við það? Já. Já, þú veist, já, ég held það. Cole Palmer laus, já. Tottenham mæta útkvildir, hafa ekki spilað í 2 vikur eftir niðurlæðinguna fyrir norðan. Nottingham Forest mæta trilltir á móti Manchester City. Gæti eitthvað óvænt gerst þarna? Það er ástæða með það.
og þessum velli. hafa þeir ekki alltaf tapað í The Midlands núna í ár Man City, það er ekki rétt varstu ekki að tala með það áðan að þeir eru búin að tapa þeir eru alltaf að því bæðið á móti Wolves og á móti Aston Villa, þannig að The Midlands eru erfiðu staðu fyrir ég laumaði því aðeins fyrir þátt en hérna mér finnst þetta samt einmitt ekki það er verið að reyna að búa til einhverja umræðum hvort þið misti í sig ekki eitthvað svona, það er þetta með City sko, maður getur alveg trúa að Arsenal og Liverpool og eins og Liverpool er náttúrulega sína misti, en þú veist, en City klárar þetta en sko máli, ég var komin þangað ég var alveg búin að gefast upp en svo bara, þú veist fer maður að rýna þessi gögnin þú veist, það er þetta XG og XG á okkur og mörk og festmörk fengin á sig og ekki tapað innbyrðisleik á móti efstu þremur en ekki með þessi megin höndum nei, en þú veist, en máli good things happen to good people ok, sjáum til er mikilvægt þetta góð manneskja? Já ok, hann ég með hunda á einhversvæðinu já, ok, ég tek þetta bara já, takk sorry, við ætlum að fara í vinnir og lúsera með Einar Á vinnir í byggingabransanum og vilja líka heyra hverju lúserarnir eru bara til þess að fylgjast með markanum getur þú tilnefna því að sko, Hannes, þú elskar svona tilnefna vinnir og lúsera ertu með einhvern vinnir í vikunni? Úr ensku deildinni? Bara í lífinu, bara einhvern vinnir sem þú vilt hendi Baldur Kristjáns, er hann vinnir? Ég veit ekki hvort hann hefur verið að gera eitthvað merkilegt í vikunni sko tók myndir já, hann gerði það sko stóð sér vel örgulega vinnir maður þú hefur þetta að henda þessu á mig fyrir það ég vildi fá þetta svona spot on því að þú ert yfirleitt með vinnir hann að klára Kai Havertz er náttúrulega gatt skora 7, gerir 2 já, hann skora 2 á móti sínum gamlu og skilur þá svolítið eftir ok, hvað er með fleiri vinnira? í hjólförunum fleiri vinnirar, ég menna Sami Kamel vinnir klárlega vinnir Gæðin sem skoraði frá 70 metrum eina sem ég David Toro Jimenez hann er náttúrulega Tjósn Önner vinnir þátt fyrir að rúvararnir sé ekki rifnir þeir á stöð 1 vil ég ekki sjá þetta Nikola Jokic í Denver Nuggets er ég eitt með hann? Nei, þú ert ekki eitt með hann er komin í 3-0 núna í einvínu sinna mútið leika svo er búin að vinna það á 12 sinnum í röð held ég Luke Littler er klárlega vinnur og enn eitt sigurinn hjá honum í gær Give me the green light geðvikt lag sem hann var bara inn við herri, lúsera, ertu með lúsera? Já, hún var náttúrulega að draga fram búið þessi tilbaka Sigríður Hrund sem var einaði fyrstu til þess að bjóða þessu fram Frú forseti Er það áfellisdómur fyrir FKA félag kvenna í vinnu? Nei, meina, var hún ekki allt í öllu þar? Jó, var hún ekki yfir því, ég held að styrði batterínu Já, ég held, kannski bara var endur skoða það allt saman einhverjum fleiri lúsar? Ég held áfram að vitna í kvöldfréttinar í gær og þetta vítið, hann ætla bara Einar Karl Ingvarsson fyrir að skora ekki vítinu eða reboundinu og láta liðsfélagarnir sína skeina sér það verður að tilnefna það minn mann úr Grindavíkinni Einar Karl hann er speittur maður hendir mönnum fyrir rútu Einar Karl var eini sem lét mig heyra það í valskleðanum þegar ég mætti hann var eini sem þorði að hjóla í mig þannig að hann fær sneið tilbaka sneið tilbaka það er komin einvíinn í mjölkubíðinum Fram IH Keflavík IA K.A. Vestri Fylkir HK Stjarnan KR stórleikur Afturölding Valur Gylfi sig í Mosó Fjölnir Þór og Grindavík Víkingur Reykjavík Þú ert náttúrulega afturöldingamæður líka Ég er það er alveg svona tæra tilfinninga þangað þeir eru að spila skemmtina fótbolta núna Herri, við leyfðum fólki að spyrja Hannes spurninga við 5 mínútur hérna eftir Hannes Halldórsson The Moscow Job var hashtagið sem vorum að vinna með Æsver býður upp á þetta og getur spurt Hannes spurninga Black Collection hjá Æsver frábær föt í gólfið líka Kristján Hafþórsson með frábæra spurningu var það ljóst að Bót og Glimt projektið væri á leiðinni það sem það er í dag þegar þú varst þar? Mjög góð spurning Nei, það var það ekki ég var þarna þegar þið voru á sínum eðlilega tíma eða svona eðlilega getu sem er svona neðri hluti efsta deild, þú veist, flakkandans upp á milli að deilda, en síðan ringdu reyndar reglulega og spurðu hvort ég væri til að koma aftur og síðasta skipti sem þið gerðu það var vikunni fyrir mót 2020 og þá höfðu þið lent í öðru sæti árið áður það var vika í mót, þeir vantaði markmann
og ég var þá búinn að spila þetta 2019 season með Val sem gekk ekki vel og við vorum og ég náttúrulega vissi að ég get ekkit losað mig og væri bara ekki aðstöð, þeir sögðu þeir ætluðu að gera allt sem getur til þess að fá mig það nút og sögðu við ætlum að vinna deildin í ár og þá náttúrulega bara skellihló ég sko. Ég held að þetta hefði verið eitthvað svona one-off, svona Leicester dæmi að því að Bótu Glimt átti ekki til endi í öðru sæti og þeir bara nei, í alvörinu, við erum með frábært lið, við ætlum að reyna að gera allu þessu. Þeir getur farið taplausir í gegnum tímabili í Noregi ár sko. Já, þannig að þarna hafði ég tækifæri til þess að joina þessa lest bara korteri áður en að hún virkilega fór af stað en og trúði ekki að þetta væri að fara að gerast. Hver besti markmannsþjálfari sem þú hefur haft? Valþór Hilmar Halldórsson spilaði þessu, frábær spurning. Þetta auðvitað valið. Það var markmannsþjálfari Bótu Glimt, hann heitir Jónas Kólstad, einn mestu toppmaður sem ég kynst á æfinni og kannski ekki spennandi svar við viljum fá einhvern Íslending en ég ætla að tilnefna hann en Guðmur Heiðars var líklega mikilvægasti maðurinn á mínu ferli, dró mig gegnum þetta allt saman. Geggjaður. Maður sjá, á hverju spilaður alltaf í Úlsport, spyr Gísli Þór Gíslason? Spila ekki alltaf í Úlsport en ég var á samningi í Úlsport síðustu ári mín eða þú veist, bara svona megnið af landsliðsferðlinum þannig að... Varstu ekki í Úlsport í Fram? Nei, ég var í Sels í Fram og var svona að rakka aðeins að flakka milli þegar maður var náttúrulega bara að kaupa sér hanska og eitthvað svona að redda sér pörum Svona að fara með nótuna Já, en Sels var svona fyrsti dýllin en ég var alltaf í Úlsport. Sjeffin spyr, hvort myndirðu brúðkaupi og vin eða spila leiki efstu deild á Íslandi? Ég er alltaf búin að svara þetta spurningu. Sjeffin maður Sjeffin, alltaf það skellur mér alltaf í brúðkaup. Já, auðvitað skellur þeir í brúðkaup. Sárasta tapið á ferlinum? Það var Ungverjaland playoffsið. Það hver erfiðasti einstaklingu sem þú leikstýrt á þínum glæsila og farsila ferli? Erfiðasti? Sko, bara til að hafa eitthvað krydd í þessu svari þá ætla ég að henda í Björn Hlyn en hann samt líka besti leikari sem ég hef leikstýrt hann kendi okkur amatörunum hvernig við áttum að hafa okkur á setti þegar hann mætti inn á setti í leynilökunni. Ísmenn og þá það, horfum maður ekki augunum með hann hann bara mættur ykkur bara svona moment. Já, hann kendi okkur það að þá ekki að vera þá enginn að vera þvælast fyrir inn í auglínunans og tók okkur á teppið og þetta bara alvöru profi já. Tók alla á teppið svona í fyrstu senunni sem hann kom í og búin að vera að skjóta í marga daga og allt bara eitthvað jolleri í gangi, allir voða gaman og eitthvað svona, svo kom hann og bara jarðaði settið á bara fyrsta hálftímanum en samt þannig að sko Egill og Öddi og Sveppi þeir eiginlega tóku við því og byrjuði að bomba á hann á móti og fóru bara að gera grína á honum sko og bara restina af tökunum þá var Egill alltaf get the fuck out of my line og greip þetta auðvitað sko og þannig að þetta auglínu grín var svona running gag sko. En þarna kom bara einhver alvöru gæi og bara setti standard eins og þarf að gera bara í alvöru fótboltaklúbbi eða hvernig sem það er. Já, því maður kannski ekki pælt í því sjálfur verandi fyrir aftan linsuna en hann kannski þarna horfandi í augun á einhverjum að með eitthvað tense dæmi í gangi sko og svo bara, þú veist, einhver með catering fyrir aftan og einhver að sína einhver með öðrum búning og það bara, þú veist, kannski 20-30 manns bara eitthvað að vesinast meðan hann að reyna að komast inn í eitthvað moment þarna sko, þannig að þetta var valið punktur. Heldur betur. Við slum enda þetta nú að koma að lokum Dóttor fútból, endum við í El Grande að sjálfsögðu El Grande með Poulsen og Kemi, Poulsen með rúðurnar Hemmi og Dóttor fútból að vinna í collection saman. Það næsta en eins og ég segi, við erum nú bara búin að vera inn í þessi 10 mánuði, við höfum alveg tölverðan tíma eftir. Drengir, við ætlum að fara í spurningi sem við ætlum að vera með svohljóðandi. Ég ætla að biðja ykkur tegundir af markmannshönskum. Vá. Og ég hugsaði hvernig getur Hjörvar látið mig tappa þessu. Nei, þú kallt markmann. Já. Sanngjarn. Já. Ég harður en sanngjarn, já. Sanngjarn. Það var það sem þú sagðir, harður en sanngjarn. Herri, allavega, við ætlum að hendi þetta núna. Hannes, þú farið að byrja. Þetta eru markmanns hanska tegundir og bara sá sem að frísa undan tapar. Gjörðu svo vel, Hannes. Úlsport. Nike.
Adidas. Royce. Já, það geitin. Puma. Rínat. Sondigo. Under Armour. Ég Hefur spilað Ég spila með það. Já. Ok. Það voru allavega. Sells. Býta eins. Ég meina R.A. eru náttúrulega með markmann. Já, R.A. Já, Árni Gautur Arason spilaði sem landsleiki í R.A. Já. Það var vel gert. Ég reyna. Heita ekki One? Jú, One, rétt. Við erum að, sko það Úlfsport og það eitthvað svona Mitre. Mitre, já. Ég spilaði með Mitre hanska 2004 og voru Jóa útherja að sjálfsögðu sem fegnaðu 25 ára afmælinu sinu. Mitre hanskar fengu starf, mjög góður hanskar. Ég að fara yfir Jóa útherja rekka núna í haustum sko. Það gæti verið að Gunni hafi verið að reka mig á gata þarna sko. Nei. Ertu með marga? Já. Það ekki verið heimt. Já. Í hverju spilaði Gulli undir lokin? Það Jóa útherji. Ég held að það hefði verið þarna One. Nei. Já. Anton Ari spilaði ekki í þessu. Já, það rétt. Það var það sem ég að leita að. Það sem þetta sama og þú ert að leita að. Jú, ég með það. Ertu með þetta? Já, ég held sem með það. Ég er bara að tjóka. Ég er ekki með fleiri. Var þetta Rókanor? Nei. Þú kemur með rátt í sigur. Nei, en það svona til Rókanor hanskar. Rúkanor? Já, Rókanor. Þeir áblæð kannski gert hanska, ég hef ekki man ekki eftir þeim. En þú voru þeir ekki með, ég man að þeir byggu líka til ógeðislega svona gerfigras kvartbuxur. Hanskaðarnir sem ég var eiginlega að biðja ykkur var Stannó, Jesús maður. Já, einmitt. Þetta var lélegt. Ég vildi líka fá Selsport. Þegar ég er mikið Selsport. Selsport? Það var bæði til Sels og svo Selsport. Ok. Já. Alex Cortaz spilaði með Macron hanska. Ég var að fara að segja Macron núna. Já. Kasper Schmeichel var með New Balance hanska. Þannig að ég var í þessum hanskabransa í mörg ár. Umbro hanskarnir, ég meina David Seaman spilaði alltaf Umbro. Það er rétt. Þetta náttúrulega, þú ert komin djúpt samt sko. Það voru flaggskipin, þau voru þegar maður fær þau hérna sem til sín sko, þá þarf maður ekkert að vera að kafa djúpt í þetta sko. Ég var mjög smeykur þegar það voru komið 3 og það var aðeins verið að hyggsta en við náðum nú alveg. Já. Við slumum bara að enda þessu skemmtileg helgi framundan hjá honum Hannesi Aldósinni. Hann er fertur. Ég fekk ekki að halda upp á fertur samanlega. Var það át af Veiranu skæðu. Þér er bóðið við. Takk fyrir Þrátt fyrir allt. Já, þrátt fyrir allt saman. Allt, maður. Ég, veit þið hvað? Ég mátti vera með 10 manna partí. Ég hendi 50 manna partí. Arrest me right now. Joke, gerða ekki. Geðveikt lag. Geðveikt lag. Og þetta er kóngurinn. Þinn maður, Flowrider. Og er þetta ekki Silo? Alltaf verið Flowrider maður einhvern veginn. Já, bara svona einu við beinið. Á þess að vita það kannski. Já. Og Silo Green með hann með ekki? Jú, og þetta Pitbull. Já, og þetta er lagið Green Light sem Hefur þú séð Pitbull live? Já. Ég ætla að henda svo playlistan, Hjörvar, fyrir morgundaginn. Já. Þetta er drullu gott. Já, þetta er frábært lag. Svona, Ég er að leita sal fyrir mitt afmæli, 30. afmæli. Finnum út í það. 30, hvernig var afmæli? 14. júlí. Ég verð að finna sal. Við Geðveikt lag. Green Light. Geðveikt.
Við bjóðum okkur öðrum í þú í 40 og ég í 50. Þá vorum við orðnir Þá vorum við alveg búin að berja við headshit. Algjör, þá vorum við bestu vinnir. Ég er Það sammála. verður bestu vinir Hannes Við erum að Árnason. taka hann með í tryggjatímanus. Já, það verður þannig að fara við stöðuna allan pakkan að brjála að gera á Hannesi eins og ég segi með 3 börn og fyrirtæki og allan pakkan. Takk fyrir að gefa þið 2 klukkutíma fyrir Dr. Fútból. Mér var ánægðan, takk fyrir mig. Við heyrumst aftur á sunnudagskvöldið. Þar verður hinn umdildi Arnar Sveinn Geirsson. Þannig að verið klárir í einhverja fyrirsögnir á mánudaginn. Hann var að láta alla heyra. Dr. Fútból, þakka fyrir sig, verið sæl.